Hvernig líður eftir þennan leik? Mér líður bara ótrúlega vel. Þetta er mjög kærkominn titill loksins sem sagði mér hann. Ég er bara ótrúlega stolt af mínu liði og bara mjög sátt. Var annars sætið ekki orðið frekar þreytt? Jó, ég get alveg viðurkennt það. Það var orðið svolítið þreytt og bara leiðileg umræða sem var komin í kringum þetta að við gætum ekki unnið gullið og við bara afsönnum þá kenningu og sýndum það að við getum alveg unnið þetta. Hvað er skópinn að sigur hjá ykkur í dag? Fyrst og fremst frábær varnarleikur og markvarsla seinni hálfleik. Það er við algjörlega bara pökkum vörninn saman í seinni hálfleik og það áttu mjög fá svör fannst mér. Lendið 2-1 undir en þið gáðust ekki upp? Nei, alls ekki. Við komumst alveg aðeins yfir í fyrri hálfleik og gáum svo aðeins eftir þar jöfnu. En við tölum það bara í hálfleik og við ætlum bara að halda áfram að keyra á þær og spila áfram góða vörn og það tókst og þetta var bara frábær liðsigur. Nú ljóst að þú sést á leiðinni til Sonjuska, þarna ertu ánægð með þennan tíma hérna áfram? Já, bara ótrúlega ánægð. Ég bara á eftir að kveðja með Sökni þetta frábæra félag og þetta er bara búin að vera mjög góð ár. Ég er búin að vanna allt held ég bara í yngri flokkunum og ég er búin að bíða eftir þessum stóra titli í meistaraflokki. Ég er búin að vera í meistaraflokki síðan ég var 15 eða 16 ára en það var kominn tíma að taka þennan stóra á nýferð. Fannst þið kominn tíma að taka næsta skref? Já, ég held að þetta sé bara mjög góð tímasetning fyrir mig að prófa eitthvað nýtt og já, ég er mjög sátt með þessa ákvörðun og vonandi bara ég eftir að standa mig úti líka. Hvað geturðu sagt okkur þetta lið? Bara eiginlega voðalega lítið. Við náttúrulega komum Ramúni og Karin og ég og Gústi þjálfari, þannig að ég held að við möttum bara stilla saman strengi í sumar og vonandi verðum við bara helviti gott lið.